Já, komið í sæl og blessuð og velkomin í þessa beinu útsendingu Fjölnir TV á leik Fjölnis og Hauka í úrslitakeppni þriðjaflokkskanna. Við erum að fyrsta leikinn sem þá í 8 liða úrslitum og þetta bara einfaldur úrslitaleikur svo sem vinnur fer áfram í undanúrslitin. Þetta munum strefnir okkar að vinna þennan leik. Smári þá Baldur sem heiti ég, er mannlega teknimaður en sögum manneklu þá tek ég mikrofóninu hér í kvöld. Helgi Kristinsson mun láta sjá sig hér eftir smástund þegar hann lýkur vinnu. En svo við rennum hérna lítilega yfir byrjunarliðin. Þá í hægra horninu hjá Fjölni. Ég sé þetta. Við látum Helga mynda þegar hann kemur. En Hauka byrjum boltan. Einhver tregleiki í byrjun hérna. Mikið horn og fast skoti í stöngina. Við samþykkjum það, við mótmælum því ekki. Mótmælum ekki að Haukar góður færi. Já, eitthvað ætlar að byrja þetta treglega hjá Stefánum okkar líka. Þetta myndi fótur. Hárið dóminn hjá hann Guðmundi. Líka sem að geta að dómar leiksins eru þeir Guðmundur All Guðmundsson og Hallgrímur Jónsson. En skemmtilegur til er að Hallgrímur þjálfaði mig og Helga og nokkra á gömlu Fjölnis skemmbónum. Þar með aðstofa þjálfara þriðjaflokkskanna en Jón Brynjar Björnsson. Ég í gamla daga. Já, okkur var mjög brugðið þegar við sáum hann mæta hér á hann. Já. Skotagólfi, en yfir. Þetta er ekkert. Ég er ekki upp á marga að fiska þessi byrjun á þessum leik. Og hvað hvort liðið á við. Þar fór Addi þjálfarinn með svo skalla og ég er vist með ómikið læti fyrir hann, þannig að hann ákvað að skella hurðinni. En, já, fallega brotið hér. Mikil stemning í stúkunni. Foreldrastefnuna mættir í stúkunna, mæta alltaf í gulu, auðvitað. Með fána og hatt, það gerist ekki flottara en betra en það. Ég þarf bara að svöra hvað ég fæ svona hatt. Þetta er frábæri hattar sko. Varðið og flott vörn. Við mátum á þessu frákasti. Það eru 3 á 1. Já. Skref dæmt hér. Og Hauka. Og Andrea fyrir upp. Það er ekki skotið. Já, og þar kemur fyrsta mark leiksins. Það var engin annar en hún Kristín Lísa. Skemmtir við til að hún sníkti hennar franska kartöflu að mér fyrir leikinn á hann. Ég ætla að segja að það hafi hjálpað henni að skora þetta mark. Það er Haukar í sókn. Inni Seng. Ára Sá. Fínvinda. Nei. Ég er nú ekki sammála þessu. Mistum eiginlega bara boltan sjálfstæðan. Ég rak mögulega boltan í Fjölnistarpu. Þetta kalla ég út í þríkast. Og hann er skorar. Já, það er smáti gaman skeiða í lok leiktíðar í deildinni. Þá var Fjölnir í 4. sæti og Haukar voru í 5.
Þannig mjög jöfn lið að ræða, þannig að þetta stefnir allt í hörku fínum leikja á okkur hérna í kvöld. Þetta verður nú bara góð markvöldu. Það má ekki að segja svona, við erum í Fjölnir TV. Sendingur inn í hotn. Stöngin aftur. Svari, þetta er þriðja stangarskoti hjá þeim í kvöld. Eitthvað fyrir stöngina. Það er stúkan í ganga aftur. Og upp. Já. Fallegt hjá hann í Kristinu. Komið bæði mörk leiksins. Fjölnismegin. Það sýndist nú hann Guðmundur vera eitthvað að hinta að hann halli að gefa gult þarna fyrir hrindingu í lofti, en var nú ekki af því. Já, flott vörn. Það er stillu upp. Lessing hægra megin. Skotið og varið. Nú hvað? Annar boltinn hennar um kvöld. Já! Þvílíkt og annað eins. Já. Niður í hotn. Ekki fyrir hann inn. Óttur hann, já. Já, ég er víst einn og ég hef gefið í setinu þangað til að... Já. Númer 11. Hún Sara Margrét. Einn af Sörunum frægum. En jú, ég hef vist einn í setinu þangað til að nafni hans Helga meistara í körfunni kemur og kemur á vinnunni. Styttist vonandi áfluga í það. Ég veit að ég er skiljulega leðilegur svona einn að báti. Það er eftir maður fara ekki feedback frá einhverjum öðrum sko. Og svo. Já, verður bótið. Það er nú hann óvart í andlitið á henni. Það har ekki verið mikið. Já, flott vörn. Já! Þessi markvarsla. Þessi markvarsla gerðist bara sko. Hún var með puttana í þessum sko. Hún var með 2 eða 3 putta í þessum. Já. Og yfir. Já. Það hefði verið fínt að ná sendingunni hann í hóðni. Það er svo hátt þarna. Við pressaði markmanninn líka, koma á sækjan út. Jó. Þú verður að enginn var tilbúin fyrir þetta skot af gólfinu hjá henni gólbrúnu hérna.
Kameramaður minn sofnaði aðeins á verðurum hana. Hún var aðeins upptekinn að tala um eitthvað setna strákandi niðri. Ekki alveg með 100% einbeitingu við myndarlega sem á að vera með hérna. Já. Svo hlægir hún bara að mér. Alveg sko. Já. Það er einbeitingu leikurum, hörru. Gult hérna. Á leikmann númer 10 hana önnu. Fyrsta gula spilta leiksins komið í hús. Andrea yfir Kristínu. Stígur og gæmskulega hérna. Heppin að fá að geta enda sig skref þarna. Já! Gullfallit mark hjá henni Berglindi hérna. Það var fínasta mark hjá henni. Bara Jón Brynjar gæti ekki skotið svona vel. Háarinn Hauka, frákast Hauka, klassa vörn hjá henni Andru. Klassa vörn. Það voru mjög fín vörn hjá stöfnum inn í byrjun. Það er smögt hjá Haukum nummer annan. Það gengur einhvern træglega hjá Haukunum að komast í gegnum þessa vörn. Vist hann boltan hann bara. Já. Það er hann á fót. Réttur dómur en kannski lítið sáttarar teiknumstæðis sem við hefum kortir á þingastið. En við tökum það, tökum dóminn. Yfir. Yfir innlýsingin, yfir inn á línuna. Já. Stígur vist á línuna, þannig að fórnar vítinu þar. Já, ég skemmtir að leikfélagin finna það inn og gefa beint á línuna sér. Nei, þetta er ekki alveg nógu... Já! Vel stólið hann Berglindi hérna. Svífur eins og örnin sjálfur og stelir boltanum á Haukunum. Stelpunar hlæja mér hérna fyrir orðalagi hjá mér. Silla neitaði að vera með hérna í útsendingu. Hún hvaðast ekki hafa nógu fallega rödd fyrir útsendingar. Hún hvaðast að nógu fallega í sjónvarp en ekki útvarp. Og vitið menn, hver er mættur hér í stúdíó? Engin annan en Helgi Kristjánsson, sá stórmeistari. Sæll og blessaður Helgi minn. Bara mættur 13 mínútum og set. Ekki nema beint úr vinnunni, alveg bara svita pollurinn á bakinu á honum. Greinilega hlupi eins og 2 metra úr bílnum eitthvað inn. Móður og móðsund eftir það. Það er aldrei yfir drullið sem hann fær að labba þarna eins Hvað? Yngvar er ekki svæðinu. Einhvern þarf maður að kynnti að við yngvar er ekki svæðinu. Það er rétt. Þetta er, ég svara, þetta sé 4. eða 5. skoti í stönginu núna. Það er bara stöng. Þessi ég var eitthvað létt að renna yfir hvernig þessi leiki fóri og þessi liði fyrir. Já. Ég sá við unnum útileikin allan með eitthvað næstu 13 mörkum. Já, við getum bara flett í upp hérna, sjá.
Það var alveg, ég er ekki fyrir þessu. Sjáum hérna senasti heimarleikur við þá fer 21-19 fyrir okkur. Það var á undan áttu við leik við þá sem endaði 17-30 fyrir okkur, hvorki meira en að minna. Ég var með sá þann leik, það bara Það er þessi við endur samt bara í sæti fyrir ofan þær í deildinni með 3 stöðum meira þær. Já, Spurning hvaða lið þær spila með í fyrir umfyrin, alltaf einhvað þessi stelpur sem að spila um meistaralókjaðum líka. Já, þannig að maður segir spurning hvort að þær hafa fengið hérna fríbás í úrslitakeppnina núna eða hvort það séu nú manni býtu Haukar voru úrslitakeppnina hvernig meginn var það ekki? Jú. En sem ég veit allan að það eru sé einu stelpuðin inn á sem að spila á móti okkur í Ólisdeildinni hérna. En eins og hún var samt varamaður, þannig að hún ekki spilaði mikið. Það er nú fengið Helga Passon til þess að spila þennan leik. Já. Þessi væntanlega sem er á bekknum allavega í meistaralóki fá að spila hérna. Já, við myndum nú halda það allavega. Þannig að einhvað þurfa að fá að spila allavega. Einhvað þurfa að fá að spila, en það er náttúrulega komið frí á meistaralóki Kvenna við Fjölni. Við erum ekki úrslitakeppni. Nei, það er víst. Skelfileg sending hérna á Haukastelpunum. Já, það er einleitt sem lýsa þessu. Það er eina leið að lýsa þessu. Það var skelfileg sending. Já, svennilegar þær eftir þær. Svo maður blandið smá byssunni hérna inn í umræðina og segir svennilega. Hvað segir ég? Svo maður blandið smá byssufrösum inn og segir svennilega. Svennilega, já. Alltaf hann. Já! Glæsilegt skot, Kristínu. Gullfalleg skot hérna Kristínu. Hún er bara búin að vera on fire hérna í dag sko. Hún eigi hvað? 4 mörk. 4 af 6. Þannig við værum að tapa þessum teimörkum en hún var ekki inn á vellinu. Já. Það er fyrir nummer 2. Það bendar á það ekki, ég veit hvað þú tekið eftir því, en eru tekið eftir hverjir að dæma leikinn. Ég þekki annan ágætlega. Já, en ég þekki ekki hinn. Nei. Hvað þekkir ágætlega? Hatta hérna sem er innri dómarinn akkurat núna. Mikill meistari sá maður. Stórhættur með penna sko. Stórhættur með penna. Stórhættur með penna sko. Þú förum ekki kannski dýpr út í það umræða þá varum Nei, við ræðum það ekkert meira. Þetta var alveg Þeir þekkja þá sögur sem þekkja hana og við látum það kjörtleikja þar sko. Þetta var vel varðið Sörsson, tók hann 2 bolt í röð. Var í stöngina og svo átun döðafærið hana. Þetta minnir maður bara Ingvar hérna í lokinu á Hákaleikinu sinnast. Hann vann leikinn bara fyrir okkur í lokinu. Það er bókstaflega einu leginn til að útskýra það mál sko. Andri er ekki búinn að vera að finna sér núna. Þetta er 3. skotið hennar og öll að þeim eru yfir eða í slánna sko. Já. Hún er ekki alveg að ná að stimpla hendina inn sko. Það er líka kannski að þær eru að koma mjög langt út á hana. Já. En hún ágaf bara að tróða sokku á hann í smárum minn og skora hennar bara. Já, hún hefur heyrt í mér og eða, nei, hún ætlaði þakkar einu svildi sem geta uppi. Já. Þess að það er líka að sækja hana svakalega langt út. Já, það er að vita ógnuna af henni sko. Og það var illa nýtt. Hvað segir þú? Það var illa nýtt hjá henni. Þetta var fallegt, menn að vel stólið og alveg bara las þetta kortir á þann gerðist en þetta er líka ólíkt henni að klára ekki þetta færi. Það er það sko. Þetta er nú ólíkt að þessari blokkir ekki veist mér. Já. Já.
eitthvað lítið að gerast hérna hjá Haukunum. Ég veit ekki hvort það sé bara ég, mér líður eins og völlurinn sé hrikalega stór af því stúkan er svo stutt út. Já, það hefur þau áhrif sko, ég hún full dregin út og er náttúrulega bara ligguði bara inn á vellinum sko. Já, eins og maður líður alltaf inn eins og að sé. En það eins og glöggið með Muna hérna í fyrra þá þurftum við að stilla gæslamönnum upp bara á línunni þess að fólk fær ekki inn á völlin í umspilunni í fyrra sko. Já. Það er bara innan við metir frá hliðalínu og upp í stúku þegar stúkan er fullreiðin út sko. Það eru ekki alveg að fatta þetta Haukastelpunar. Þjálfarinn stóð hérna á öskrinu að vera nýsó sem fekk náttúrulega guldspjald. En Haukastelpunar tók það svona 10 sekúndur að fatta hvað hann var að reyna að garga á þér. Þetta gekk á endanum. Það hafðist. Þetta hafðist. Og svo ekkert að þetta. Það var bara léleg sending. Vörnin á fyrstum, hún er búin að vera mjög góð. Já, eins og sést, við erum að fá okkur 4 mörk á 21 mínútu, það telst til afreka. Já, það má segja það. Þar að vera ein manneskja búin að skora 3 mörk hjá. Þetta er mitt sko, ég segi samt að Haukarnir hérna í kallaboltanum mega meira afreksskilið, þeir voru komin í 7-0 á móti Akureyri. Já. Ingvar Örn Ákason vildi meina að Haukar hefði tapað viljandi á Akureyri til að geta unnið þetta örugt heima. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað til í því en það er allavega skemmtileg pæling. En hann er alltaf bara káringur og er okkur káurleik núna. Já, nákvæmlega, ekki bara káurleik, heldur káurleik í körfubolta. Já. Það skulle verið að taka körfubolta fann að mér handbolta, er náttúrulega bara skandal sko. Hann er náttúrulega körfuboltamaður upplæði. Já, en körfubolti og handbolti skilur, þetta er bara, þetta er ekkert samanburðaðir hlutir sko og núna er smá stund þegar þetta kemur í útsendingu og þá kemur að nafnið innan Helgi og raunar yfir hérna chatinu fyrir að voga mér að segja þetta. Ég ætla allavega ekki að fara svona langt að fara að hraunir körfuboltan hérna. Þetta er allt í góða kanni, ég er nú að fara að senda út leikinn í körfuna á morgun. Þú ætlar að sjá það, já? Já, það verður útsendingu nýjunga á morgun. Já, en líka, nú var ég að segja það, ég horfði á fyrsta leikinn hérna Fjölnir Skallagrímur og ég misti af helminginu sem var að gerast inn á vellinum. Það bara, þú veist, það vantaði bara helmingin af leiknum inn á. Það vantaði þess að alveg uppi í varafannabekkin og hún var ekki hreyfð 1-1 myndaðin, hún var bara hreyfð yfir hún var bara stilt upp, hreyfði yfir en hún var ekki hreyfð, ef það var eitthvað að gera þetta miðju, þá sástu það bara ekkert. Þetta er eins og segir, þetta er svona, það skiptir höfumáli að sko vera með aktívan kameramann. Það skiptir höfumáli. Svo er alltaf hjálpar ykkar, Svo hjálpar enda að það verður ný myndavél sem er með víðari linsu núna, þannig að það þarf ekki að vera eins mikið að hreyfa myndavélina sko, það hjálpar sko. Það hjálpar. Sérstaklega þegar svona menn taka einhverjar sko glory sendingar hérna yfir allan völlin eða eitthvað svona og neglunum eitthvað og nærmaður meður sko. Smári hérna fótobomba leikmann meistaraflokks karla. Fótabomma Björgvin Hárfagra hérna. Þetta var þetta ekki hraunnafni, þetta var meira bara svona að benda þér á hvað mætti betur fara í næstu útsendingu en ég geti hort á það. Ég kom ekki náð fyrir útsendingu. Nei, ég var ekki þess að þetta sagði nafni. Já, nafni einum. Já. Eitthvað verðum við að tala um hérna þegar það eru 14 mörk komin að 23 mínútum, það er ekki. Já, það hlaut að koma að því. Það ekki að vinna bróðsinn á hana Berglindi. Drengum með aflitað hári alveg brjálaðir hinum meginn. Segðu mér Helgi, hvað finnst þér þessa, köllum þetta klippingu hjá honum dreng?
geta verið kannski lægið þegar hann búinn að ná að aflita á þessu hári en hann lítur út eins og sem með gullita hár núna þannig að ég veit ekki alveg hvað finnst það ég fyrir einhverjum bara haldið dökka hárunu Já, ég er samanlegar ekki að nafniðin greinilega orðið eitthvað defensive hérna í chatinu að verja gæði útsendingar í kurunni ég skal fylgjast með þetta morgun og bara segja mig hvað finnst Já, við fáum bara formlega úttekt hjá þér á gæðum útsendingarinnar Já fínasta vörð hjá þeim það var fín vörð en samt svolítið klauðulegt að hún náttúrulega ná að grípa þennan bolta Já en við tökum þetta Hvort mikið þessu? Ég meina, ég ætla að fara nýri hálfleika kvarta í dómaranum yfir þessu sko. Nei. Það er gaman að sjá að Helena er byrjað að spila núna aftur eins og við talaðum þetta í nokkrum útsendingum með okkur eftir náttúrulega næst meir en ár þar sem við búin að meitt út af crossbandaslitum. Já. Það er alltaf gaman að sjá hann að koma inn á. Það er það sko, það er líka, sérstaklega líka þegar komin eftir svona rosalega löng meðsli sko. Já. Þú veist, þetta er svona... Það er bara spurning hversu mikið hún þorir, hversu mikil kontakt hún þorir að vera í. Já, nú tala ég sjálfur sem stórslasaður og handólundum maður og þetta er alltaf svona lítið rödd aftan á haustum að bara svona, er ég núna að fara með mig og eyða næsta árinu sem einhver fjörfallaða vitlesingur eða ekki, skilur. Þetta er svona lítið rödd af þenni hausnum að bara er ykkur alltaf að þú reyfið þig, sko. Já, þú náttúrulega meiðist nánast okkur einasta æfingu þannig að... Ég er náttúrulega Íslandsmeistari í því að meiða mig. Ég meiði mig við það að standa upp, sko. Og setja sniður líka. Þetta, sóknin á Haukum er ekki sérstaklega... Nei, þetta er sko... Sérstaklega fögur, ef maður orðaði bara hannig. Nei, hún var mjög tregt að ganga bara í raun og aðalegi, þú veist, og þetta er í raun að vera mesta flæði sem hefur komið á sóknuna allan leikinn, sko. Það er bara að vera svona meira að minna í einhvern vandræðum ítrekkaða fyrirsendingar og... Já, eins og ég veist, það er náttúrulega með það Fjölnistelpunar, góð vörn náttúrulega sem að býra til að það sé erfitt að láta boltan ganga en það er samt líka þá greinilega er vörðin ekkert sérstaklega góð. Já. Sóknin minnunum. Já, sóknin fyrir ekki. Greinilegt að Helgi var að koma vinnunni. Ég var líka bara að fylgjast með leiknum aðeins datta aðeins út. Fylgjast með leiknum? Eigum við að gera það eða? Nei, ég sónaði bara aðeins út og horfa á leikin. Við ekki neða. Já, það er alltaf gaman. Já. Fjara marka munur, ég geti líka alveg sagt það saman sóknin í okkur, hún hefur búin að vera svolítið styrð en ef við náum henni aðeins betur í gang að þá ætti þessi leikur að vinnast fyrir eitthvað auðvitað fyrir okkur og höldum áfram svona varnarlega. Já, þurfum að passa okkur því ef sérstaklega það liðkast ekki aðeins meira upp á sóknina hjá okkur þá má ekki við miklum auka krafti í vörðina hjá Haukum til þess að þetta endur svona eins báða megin sóknina sér. Algjörlega, eins og ég veit, þetta er svona svolítið að maður styrt hjá okkur og boltinn gengur oft ekki alveg nógu vel. En eins og kannski munurinn okkar megin og þeirra megin að vera með Berglind á miðjunni sem að finnur þá bara línuna ef það er eitthvað vesinn hjá okkur og maður láta boltinn ganga. En svona bara gera þetta nokkru sinnum núna. Þú mistir að því, það er rétt á hann að komast, það var mjög áhugaverð sendingur á línuna. Kemur Berglind og leysir inn og Andrea bara gefur sendinguna fram hjá haustum á Berglindi beintur á línuna. Það var svo uppteknur að innleysingunni, það tóku ekkert eftir línumannum, samt er hún að leysi áttur á línumannum. Það þarf ofta ekki mikið til að vörðin gleymi sér, það er bara hannig. Það er umlað hannig, sko. Skemmt til að Fjölnismaður nr. 1 í lífinu er komin í hús. Þorgils, hann mættur á myndavélina. Þorgils mættur á myndavélina, það er jákvæmt. Það mætir alltaf á myndavélina maður, sko, það er alveg... Því er ekkert annað. Nei. Biður Andri sem leiklið. Hann mætir enginn jafn mikið á leikið þessi maður, sko. Nei, ég held að það sé alveg hægt að
þannig að ég Hann fullyrði það. er líka með mest notasta fjölmiðlapassa bara á landinu örugglega. Já, en eins og hvað er bara spurning, er hann með fjölmiðlapass á alla íþróttir eða? Hann er með hérna, ég held að fjölmiðlapassin gildi bara allt sko. Hann fekk ekkert svolítið þessi lána. Getur bara vel verið sko. Ég var nú að láta það flaka hvort við ættum ekki að plugga fjölmiðlapössum á Fjölnir TV þetta næsta ári. En ég veist að klárlega eitthvað sem við ættum að fá fyrir að sinna þessari vinnu hérna. Já, En ég þátti, þannig að Jón Brynjar var hneykslaður á hákomunum með senasta leikir og ætlaði að rukka hann inn á völlinn. Þannig hann var þriðji maður í útsendingu en sagði ekki orð. Ég meina, hann veitt okkur andaðum stuðning. Hann fylgdist hrikalega mikið með Hákon Britti til dæmis. Já, það var náttúrulega bara, við náttúrulega settum bara í það að vakta Hákon Britti að kafla, sko. Við ætlum að ná Brittismannum þegar hann gerðist, sko. Það þurfti einhver að fylgjast með honum. Einhver þarf að gera það, sko. Það fyrir ég myndi mála, sko. Svo það voru líka með í því að rekja byssunum með að hoppa á svölunum. Já, þannig að sem að byssan fullnýtti það, þannig að ég... Já, þú... Það mætti ekki hoppa í hann að flugvél. Er eitthvað nýtt sem ég aldrei heyrt? Já, eins og orða þetta, sko. Þú hoppar ekki í lyftu, flugvél og svölunum í Hákaheimilinu. Já, þetta var þetta þrennt sem mátti ekki gera. Þetta er svalinir í Hákaheimilinu var búin til af einstaklingu sem ekki voru alveg edrú þegar þeir komu hana og voru ekki nógu góð allir sinna starfinu sinni þegar þeir byggðu til stúkuna. Já, það vil að meina, þetta var bara fínast að stúka sko. Það var mjög góð stúka og hakkaðist ekki þegar maður hoppaði inn í. Já, bara einhver þá var ég bara abbóið magna plossi þarna sko. Algjörlega. Núna ég rúla með 2 cm tilbaka þá var ég bara komin hérna sko bara fram á brún sko. Nú veit ég ekki alveg hvað af hverju Andreas er að drulli við aðstofþjálfarinn hjá okkar hérna en finnst þér að vera eitthvað illa klæddur Andreas minn? Þetta er alltaf ég er alveg fruntalega vel varðið hjá henni. Helgi minn, hvað eru komið margar? 5 eða 6? 6 boltar ég er búinn að skrá, ég vel verið þessi meira. Já, við spurðum Hrafnhildi sérlegan tölfræðing hérna í hálfleik hvað hann er komið með. Já. Við berum meira traust til tölfræðingana heldur en Byssan gerir. Já, reyndar þá er hann Kristján Gaukur þegar hann svolítið brjálslega með tölurnar. Já, hvað er varið og hvað ekki. Já. En Kristján Gaukur hins vegar er algjör snillingur en varnir boltar eru oft svolítið fleiri í honum heldur en öðrum. Já, þetta er svona að ég væri tölfræðing gamla dag, skilur ég taldi það varið ef boltinn var á leiðinni á ramman. Ef hann var út af þá merkti ég það sérstaklega, skilur út af því að bjarga boltanum á línunni frá því að þeir fái sko hotkasti er ekkert saman að verja boltan. En Kristjánu Gauk finnst það að vera varin bolti sko. Já, það er ástæðan fyrir að við gerum grína Kristjánu Gauk óspart í útsendingunni þegar hann er með varin skot. Ég skal taka það með mussinni, ég er ekki samanlega því sko. Það er ekki langt frá því? Þetta var ekki langt frá því sko. Gæsari, ég taka okkur smá pásu Helgi minn. Tökum okkur létta pásu og fá okkur kaffibolla og kíkjum aftur á þetta eftir svona 10 mínútur. Já, eitthvað svoleiðis.
Já, við erum velkomin að okkur aftur hérna í úrslitakeppni Þriðlok kvenna, Fjölnir Haukar, staðan 11-6 í hálfleik. Við fengum leiðréttar tölur á markvisli í hálfleik. Sara Sif kom með 8 varnarskot, ekki 6 eins og ég var að telja. En þess að ég sagði, ég er rosalega lélur, ég var að gera 21 það sem ég er alveg kallmaður. Ég helst vill bara fylgjast með leiknum og gera ekkert annað. Þér til varnar, þú varst að koma úr vinnunni, sko. Já, það er samt, ætti að vera betra á eftir hausinn á mann að vera fullur, sko, en það er allt annað mál. En þess vegna er Ingvar alltaf í þessu, að Ingvar er svolítið svona kvenlegur í sér, hann er mikið betri á að gera tvo hluti í einu, ég er meira bara svona að fylgjast með leiknum. Það er svona magla skuli ná því með hvað hann er mikið ADHD, sko, það er bara, þú segir við hann, sko, kartabla og hann bara, bara, veit ekkert hvað það tala um, sko. Þetta er eitthvað sem er búin að temja sér. Já, örugglega. Frákast þig, koma. Já! Þetta er gert. Er þetta ekki Sveinn nokkuð Þorgeirsson mættur henni í stunguna? Nei. Jú, maðurinn sem byggði Dalhús, eins og Ingvar segir. Eins og frasameistarinn segir, þá ég veit ekki alveg hvort að við höfum einhverja heimild fyrir því annardur það að Ingvar sagði það, en maðurinn byggði Dalhús, það er bara hann. Það er hannig. Ég ætla bara að finna formlu pappirana verktakann sem byggði húsið og stróka yfir nafnið hans og skrifa bara Sveinn Þorgeirsson í staðinn, sko. Það er bara hann. Þannig að það sé á hreinu. En nú gerist eitthvað sem gerist ekki mjög oft í handbolta. Markmaðurinn kastar boltanum fram, hittir ekki miðmanninn, þannig að liðið fær merki leiktöð á sig strax á miðið. Þetta er eitthvað sem maður sér ekki oft, Mari. Nei, menna, ég hef gert þetta sem dómari en ekki fyrir en þetta var að gerast í þriðja, fjórða skipti kannski. Þannig að maður fyrirgefur þetta vanlega sem fyrsta töðskiptin sem þetta gerist, sko, en sér maður bara, ég er í fyrsta til að þeir kunna senda á miðju, það er nú ekki... Já, þessi enni maður bara svona, þetta er eitthvað sem maður sér mjög sjálfgæft, þetta er mjög sjálfgæft að sjá þetta. Já, það er það, sko. Þetta er sjálfgefur dómur en enga síður réttur. Já, algjörlega réttur, sko, en maður bara svona... Það er gaman að sjá þetta. Þetta er eitthvað sama, ég hef aldrei lendið því á æfinu fyrir að Andrés kom upp að mér eftir leik og hrósa mig fyrir að setja leiktöð á sig. Það voru að vinna, það er svona 20-30 sekúndur eftir, sko. Andstæðingunni skorar, ég man ekki móti hverju leikunum var. Og að taka sér bara eitthvað 7-8 sekúndur að labba með boltan á miðjuna. Og ég sé bara hendur strax upp. Það voru klárlega að tefja. Já. Og hann alveg bara eftir náttúrulega á það að drífa sig að staða, það er kveikt ekkert á perunni, sko. Og svo reyndar bara stríkast eitthvað þannig að þetta endaði að það var ekki flauta, þess vegna kemur þetta eftir leikin bara, herru. Bara ánægð með því að setja hendurinn upp, maður sér þetta alltaf sjaldan gert í boltanum, sko. Það er mjög sjaldgæft að það sé gert. Ég er bara mjög spes að fá sko hrós fyrir það að dæma eitthvað álið. Viti, já. Þetta er svona, það er ekkert búin að vera vafa dómar þegar kemur að vítunum. Þetta er alltaf bara að liggja upp að hanga aftan í manninum og... Já, nú er spúin á guld. Það var, já. Já, þeir ætlaðu að reyna að losa sig við gulispjöldin og lendu þau vesinni og þurfti að gefa 2 myndir. Þetta var alltaf persónulega ekki 2 myndir fyrir mér. Nei, þetta var gult en ekki 2 en svo náttúrulega, ég múið segja. Það var hóla sem þeir gátt ekki komið svo upp og nefnum að gefa 2. Hún var búin að gefa gulispjöldin. Já, hvað spjallið var lótt á, við getum reynd kallað það tilbaka. Nei. Já, það var rétt. Nú byrjaði að borða þinn í dag. En hún er búin að vera helviti grimm, en þess að hægri skittan hjá Haukum, hún er búin að taka alveg
slatta skotin hún í byrjun hálfleiks. Ég held að það sé engin annar búinn að skjóta á markið nema hún. Hún hefur örugglega fengið tiltal hún var líka ágætlega aggressív í byrjun fyrir. Hún hefur örugglega fengið tiltal hjá hérna í hálfleika. Herru, þú ert með skotið, við fara að skjóta þau sko. Já, eins og hún skora 2 af 3 mörkum eða eitthvað í byrjun. Já. Þetta var áhugaverið skotsildi í þessu skoti. Einhvern veginn svona... Og niður á mjöðmunni. Já, hún fengi hérna hnikkin í sig sko þegar hún kemur inn sko. Þannig að það vel gert hjá hún að slúta skotinu sko. Að klára í gegn. Já, Andrés er ekki ánægð með þetta. Ég held að það verði náttúrulega varnarleikur sem var ekki ánægð með þarna, frekar heldur en eitthvað annað. Það löppuði gegn þær einu færri. Það var alltaf ekki eitthvað sem þú vilt sjá. Nei, það er náttúrulega bara á ekki geta gerst sko. Já. Það er... Þú þekkir annan mannin, hann var nú að þjálfa þarna minn. Og hann heitir Hallgrímur Jónasson. Svo er Guðmundur Guðmundsson að dæma með honum. Þú misti kannski að grínun hefði með pennan á hann. Þannig við vorum með þetta ríðið beina pennasögu sem ákveðrandur ekki að fara neitt mikið dýpra í heldur en bara það. Já. Þeir þekkja pennan sem eiga þekkjan sko. Já. Við förum ekki náttúrulega í það. Ef Arnar, við getum bætti aukalega við að sko Hatti maður sem með hárið, ekki sköldandi maðurinn. Þannig að hann átti sér fyllilega á því hvor það er sko. Já, það er rétt. Það var virkilega vel gert að handriða hana. Það var sko, og skildi þær svo svakalega eftir hana. Þetta var mjög skemmtilegt mark hjá hann. Þetta var bara, það er ennþá að leita af henni. Nóri greinlega mann eftir pennanum. Já, Nóri mann eftir pennanum. Allir þeir sem hafa voru viðstættir þetta muni eftir pennanum, það er bara neitt. Það er bara, þú gleymir ekki pennanum ekki. Það er bara, það er bara svo að gleyma sínu fyrsta skipti sko. Þetta er hlutur sem þú gleymir ekki sko. Það er rétt. Þetta var leikmann nr. 6. Já, ég er nú raukt inn á varamannbergnum. Fannst mér hér, það getur vel verið í svo full. Arnar var væntanlega að minnast á pennasöguna. Já. Og af hverju... En jú, þetta var sett körfuboltamaður sem var að spila með okkur og hann var að skjóta frekar langt utan að velli og Hatti var ekki sáttur með það og þarna, já. Gæti hafa sagt þessi tilteknu orð við þann leikmann. Já. Já, svona hann myndi átt sig á það að hann væri í handbolta, ekki körfubolta. Allir vandræðast þegar Sara gerir eitthvað og það er bara svona, er það Sara eða er það Sara? Það er nú bara 2 að spila núna. Já, og einu á varamannbergnum. Starfsmaður því. Hún er starfsmaður, hún er ekki að spila, þannig að... Ég meina, hún gæti ekki fjald samt, sko. Ok, nú verði ég að segja bara ha. Ég skal viðurkenna, ég var ekki með einbeitingu á leiknum þegar þetta gerist og hef ekki hugmynd hvað gerðist. Þetta var mjög, já. Ég meina, það er náttúrulega alltaf vandræðilegt að fá 2 mínútur einu fleiri, sko, og maður bara, hvernig gerist þetta? Þetta var líka bara, 2 mínútur voru kannski. Ha! Ég set ha á þetta. Líka bara, sko, þannig að
bara með fullri virðingu fyrir þessum dómurum, þá er þeir að dæma alltaf ofan ykkur öðrum. Það sem að dómarinn sem er lengra frá er að dæma eitthvað sem er alveg ofan í hinum dómarann. Það vantar traustið milli manna, sko. Nei. Jú, hann ætla bara að teka boltan á höndunum á hann þegar hann er að skjóta. Já, svo sem. Þannig að lítið hægt að segja þessar 2 myndir. Já, ekki að skræða. Þetta er búin skelfilegar 30 sekundur. Og ekki langt frá því að taka þennan. Ekki var hann langt frá því. Jæja, þá kemur áhugaverð að kafla núna. Það er einum færri í 20 sekundur og svo 2 færri í mínútu. Já. Þetta verður, þetta er það áhugavert að Gíja er hérna bara skaust upp úr stólnum og alveg bara núna ætla ég að vera geðið mikið með fókus á hvað ég er að gera í myndavélinni. Ég þarf að ná þessu, hún veið eitthvað að rafströmm frá myndavélinni. Myndavélin er að missa sig yfir þessu, sko. Slaft skot þarna. Hendur. Það er nú alveg mátt spila þess ára. Hendur hann ekki komin upp og aðeins bótt spila áfram hana. Já, góð vörn. Þessi vörn, maður. Það eru 4 á móti 6 í vörninu núna. Þetta er sko, ég segi meistaraflokkur kalla hvað í úrslitunum. Það er bara hundlegilegi leikir þetta moment, sko. Basically Valur er búinn að vinna og Haukar er búinn að vinna. Það er ekkert magna hlutum að fara að bjarga því neitt. Það er ekkert að gera svona. Nefnilega, það eru 3 mínútur eftir að Valur fram og cirka 10 mínútur eftir að Haukar Akureyri. Það er ekkert að fara að jafna þessu leiki, sko. Nei, þessu leikir eru búnir. Þeir eru búnir, sko, þannig að fólk á frekar að koma og horfa á þennan brilljant leik sem er gangið hérna. Algjörlega. Meina, að jafna hér heldur í þeim leikjum. Það er nokkuð rétt. Já! Þeir reyðu sér í gegn manni færri. Þetta er svona 7. skipti leiknir sem finnst eins og þegar bara leikmæður er bara komin á 4. til 5. skref verið að skora af því að vera að brjóta á honum. Já, það er bara, já. Þeir eru ekki mikið fyrir að flauta skrefið, sko. Þetta er náttúrulega bara fríkast núna á, en þeir leiður einhvern veginn að rúlla af því að vera að brjóta á hann. Já. Það er svona, það er eins og þeir þori ekki að dæma upp að fá þjálfarana bombrala út í sig fyrir að eyðileggja færið. Fyrir þá sem sá ekki, þá var ég að gera air quotes. Já. Nú segir eyðileggja færið, ef eitthvað tók skref þá var það skref, það fekk aldrei færið. Fótur. Ég fekk svona flagsbakki, ég var að horfa á leik með stelpunum einu sinni þegar voru í heldur en það hafði fyrir 4. flokk á þenn tíma. Og spila mútið Gróttu. Og taka miðjuna. Já. Sleppi bollanum í gólfið og setur fótinn í hans að ná harpbuxur á hann og gleymd að biðja dómarann sko stöðvun. Og dómarinn náttúrulega réttir þetta undir fót á hann. Já. Það var allir stúka var bara svona allir veldur voru bara, ok, það er hár rétt hjá honum og saman tíma Emma bara, hvernig gerist þetta í leik? Það er svona Slöksending. Það er búið. Þessi að verða að segja þetta alveg bara, það er eins og þessi gjörsanlega búin að gefast upp Haukastölfum þarna í þessu leik. Já, þú meina staðan er 19-13 og það eru 17 mínútur eftir, það er nóg eftir. Það er nóg eftir, sko, það er ekkert ennþá unninn að leik, sko, hann er ekkert búinn eins og kallarleikinnir, sko. Kannski tölu á stemma, ef
Andri ætlar að gera þetta þá held ég þetta sé nú frekar búið hjá hann. en málið er samt að þetta er alls ekkert búið en það eru samt byrjar að hengja haus haukastelpunar þannig að þetta er einfalt fyrir fjölustelpunar að klára hann að leik ef að haukastelpunar ætla ekki að spynna neitt á móti. Nákvæmlega, það þurfa bara að halda kúlinu og keyra bara áfram á sama tempo hafa verið, þurfa ekki að auka að gera aukalega ofan á það. Algjörlega. Þú veist það ég segi, pressan er á haukastelpunum okkar núna aðeins að taka sér saman og setja smá meira kraft í þetta hjá sér, þá er aldrei að vita nema að það geti unni leikinn, ramminn til staðar sem náði. Já. Núna sjá þetta ekki kameramæðin með hinnum veitunum. Hvað þarf maður að geta að fá svona þjónustu frá Jónbyrjunar, að fá nudd í leikli? Á hvaða sérsamling þarf þú að vera þess að fá svona frá þjálfaraniðinum í leikli? Það er mjög góð spurning. Ég hef aldrei fengið nudd í leikli frá þjálfaranum mínum. Ekki ég heldur. Já. Nei. Svo má þetta deila það að sko, þú varst tæknilega þjálfarinn minn senastu leikli og aldrei fengið nudd frá þér í hálfleik. Af hverju var það Helgi? Af hverju nuddaði ekki leikli? Já. Af því ég hafði bara annað að gera heldur en að nuddaði. Kjaftaði. Já. En það núna ég hef aldrei séð mann jafn lélegan á skúringagræðinu hérna eins og Jónbyrjunar var akkurat núna. Hann snýr henni svona sexinum. Þetta minnir mér á Finn hérna í gamla þetta. Hljóðuna villið, við alveg bara, Finnur! Fyrir þetta hefum við þetta koma bú, Jónbyrjunar, bú. Jónbyrjunar hann er greinilega ekki oft skúrað heima á sér, það sést lunda líka á heimilinu hans, hann skúrar ekki oft heima á sér. Já sko, eins og maður segir, þú þarft jarðítu til þess að komast þar inn og fjársjáskortið sér rætt út sko. Já, þetta var ríkara langt yfir hjá heilinu. Já. Það hefur verið annað mark ofan á hann ekki skorað. Fjársjáskortið stendur að þú fyrir það betri hægri á pizzakassunum og vinstri á bjórflöskunum. Nei, við erum ekki að Jónbyrjunar er mjög snilltur það er Matthías Leifsson sem er sóðinn, sko, við skulum hafa það á hreinu. Hann nú að flytja út, þannig að þetta kemur allt í ljós hvort að hann var sögudóknarinn eða ekki? Já. Nema náttúrulega að núna eru það sögursögnin að þú sért að fara að taka herbyggið hans. Nema náttúrulega að þú sért jafn mikill sóðu Matti, sko, þannig að það verður bara sama leðulega drastið, sko. Nei. Alls ekki. Það er ekki að vera að gerast? Það er ekki að vera að gerast. Ok. Og höfum núna formlegt audio proof af því að það er ekki að vera að gerast? Það er ekki að vera að gerast. Ég vil líka meina að Matti hafi aldrei verið sóðinn. Nei, það voru frekað að skrifa Jónbyrjunar. Já. Og skakka turnin í pítsu. Já, skakka turnin í pítsu. Hann alltaf Sveppagróður komið þar inn á tímabili, það var algjör uppið. Já, sæll. Þetta var svona fótboltamark og skuttlaði þessu. Þetta var sko, varið er ekki lýsingar á hvað þetta var sko, þetta var bara ónd sko. Við finnum það svo mikið fyrir eftir að fólk er að kvarta myglu út allt sko. Þeir eru vonandi bara í því að rækta myglu sko. Ja, þeir voru því og svo fóruð með hann annað. Það er eitthvað málið sko, leiðið tók og færðu mygluna sko, þá hefur þessi mygla dreifst út allt land sko, þetta voru það mikið hjá þeim sko. Þau voru konið með hann einhverja 300 pizzakassa. Komið nokkra metrar háa turni af pizzakassum. Já. Eða var svona að þú fær tíkað til að skila pizzakassunni eins og fara fyrir flöskunar, þá var það miljónan eitthvað. Já, ég ætla nú að segja að mér finnst þetta að vera lítið sakir. Það var soft. Hún fór í hana, en já. Ég hefði haft gaman að vita hvað Andris hefði sagt ef að staðan hefði verið 1 mark á þessi tímpúntu eða engir svo 2 myndir. Ég ætla að segja að hann og búningurinn hjá Haukum hefði átt eitthvað sameiginlegt. Já, mögulega.
Það er bara mín random ágiskun sko, ég byggja einhvern einum rökum en ég myndi álekta það. Já. Já, aðeins minni kortir eftir, 5 marka munur. Fjalli Selman þurfa að passa sig núna að lifa ekki Haukastelpan að komast á okkar rönn. Já, það lengi svo glímnuð þarna. Þetta var rosalega stíf sókn hjá mig og voru ekkert mikið að hreyfa sig sko. Já. Glæsilega varið á Söru. En staðreyndin svo, ef að Sara væri ekki í markinu á okkur, þá væri við klárlega ekki vinna að leik. Hún er búin að vera eins og hersum ekki í markinu. En sem segir, þetta er bara svo að horfa á hvernig súkanu af Ingvari hérna sko. Já, hún er klárlega eina stóra ástæðan fyrir að... Er hún ekki að spila upp fyrir sig? Ég held hún hún sé komin í 3 Já, hann er komin í hann, já. Hún var að því allan. Svo mikið að fólk krökkum að spila upp fyrir sig, maður missir countið að því hver er að spila upp fyrir sig og hver er ekki sko. Maður er lengur að vita hver er hvar og hver er hvað aldursflokki. Þetta er eiginlega allt orðið einn og sama aldursflokkur. Hérna, sko, skemmtilega viltum við til að hérna, við tókum nú viðtal hérna í gær. Ég heiti Róbert og Colin í körfunni og hérna Ingar var að skoða mynd af meistarlokk kalla í körfunni eftir viðtalið. Og var með hana Ester hérna að segja sér hvað þessu gamlir mennindi voru. Og ég hef aldrei á ævinni séð einn mann sko með jafn mikið spurningamerki í andlitinu bara hvað hann er bara að gera í lífinu þegar hann átti að segja hversu gamlir mennindi voru sko. Átti að segja að Hjalti þjálfari væri ekki nema 3 ára meldin hann og nafniðin í körfunni sem sko hann hélt að Ingvar hélt að væri svona 46 ára eða eitthvað sko, þannig að maður með konu og barn og læti sko, að hann væri líka jafngamall Hjalta sko, en áttu bara 3 ára eldri Ingvar fekk bara moment, hvað er ég búinn að gera í lífinu eiginlega? Ingvar alltaf er þannig að hann er mjög gaman að gera eitthvað allt annað heldur en þannig að vera þroskast, það er ekki gaman að þroskast. Nei, svo var hann með mynda hérna, svo var hann hérna Sindri myndinni sem ég kom alltaf okkur. Ég var með hann í framhaldsskóla sínum tíma og hann bara, nei, þessi maður er ekki fæddur 89, þessi maður er sko fæddur sko 1970. Og bara hann ætti ekki að kaupa aldurinn af mönnunum sko. Já, góð vörnumfjöli. Klassa vörn. En það er svona nokkurn veginn þannig ef við náum að standa eina vörnum viðbót þess að komast 7 mörkum yfir aftur þá held ég þetta sé bara búið. Þá þurfu undrastólmingi að gerast þess að þetta fari úrskeiðis aftur sko. Men það eru ennþá í þessu tækifæri sem það fengi hérna en á þessu niður högast stefnar. Já. Ég var að fara að segja hvaða bull skot var þetta, svo fór þetta bara inn. Ég jinx þetta var að við hugsa það sko. Já, drengur lætur hér heyri sér. Það er ekki ánægð þessi að vera að rinda kærastmennins í loftinu. Nei. Bróður hans sem létum orð falla að drengur var á við 20 menn í stúkunni. Það heyrist ekki í gíninu með öðrum enn og hann. Ég mun segja það er bara rétt öður þegar það heyrist bara í þér sko. Hendur hann upp, skot, andraðinn, já. Skemmtilega kláraði með henni. Skemmtilega kláraði með henni. Hún er bara að skilja þér svo margóft eftir. Hún er alveg, með hvað hún er hávaksin og lappalöng, þá er hún rosalega snögg. Hún er líka með bara góða hreyfingar. Já, það líka. Lipur. Það er ekki, hún er ekki, það er engin strilleiki ekki neitt í hérna, þetta er lipur. Og það gerist líka miklu hraðar heldur maður gerir kannski ráð fyrir á svona stóri mannesku. Já, vissulega.
En áttu verun. Þetta er alltaf bara 2 mínútur samkvæmt reglunum. Það er bara hannig. Það hérna... Hvað er hann að koma með marga bolta? Hún, Sara, ég bara, veistu það, ég hef ekki guðmund. Þetta er eitthvað mjög flókið forrit sem hún notar en hún getur ekki sagt okkur hversu marga bolta hún er búin að verja. Það er allan að koma með yfir 15 bolta. Enda skrifa Kristján ekki. Þeim stórum meistara. Það var ekki gert til að vera einfalt. Nei, það er bannað. Það er bannað. Þetta. Það er fyrsta reglun í forritin. Forritið skal vera flókið. Þetta var mjög fyndin markvarsla þar sem hún varði boltan einhvern veginn í andliti á sér. Tíndónum svo greipan. Hörkulega. Nú þurfum að fá stopp í vörðinni bara að klára þetta, gera þetta örugt. Já. Við nennum ekki að fá henni spennu í lokin. Við fengum nógu henni í hákaleiknum sko. Já, það var nógu spenna fyrir mánuðin. Ég ætla orðfalla að ég var í svona 40-50 árum eldri og það ég örgulega ekki hartafætt í þeim leik. Algjörlega. Þannig að 7 mínútur eftir 4 marka munur. Nei, við skulum rétt vona Þeir eru námarkina, kemur hún, já. Þetta er svo einfalt. Þetta er svo einfalt. Ég sérstaklega með að þetta var vörnin var bara steinsóandi þarna sko. Þetta er bara eina hleypur og enginn spáði neitt einu og komið 10 metrar gati í vörnina. En annað víti. Hann hefði gaman að dæma víti. Það er hafa mjög gaman að dæma víti. En sen, annað eins og þeir þessi getur sem er kvart undan því að það séu skref eins og hafa vel að menna hann að dripla. Ég sá þetta reyndar ekki alveg nóg vel. Ég er með tölvuna hérna fyrir akkurat þessum part af vellinu. Já, það er mynd sama. Ég sé ekkert sem gerist í vinstra horninu hérna fjörleismiðinn sko. Ég bara hef ekki hugmynd. Ég það bara allt einu sem ég er búið að skora að verja og ég bara, það er flott, hún varði, hún skoraði. Þannig að nú er Andrea tekin umferð. Þá er það hinnar að stígu upp. Eins og við sáum þetta, ég man eftirminnilegasti leikurinn sem að ég hef séð, það var þegar Andrea tekin umferðin í úrslitakeppninni, úrslitaleiknum örugglega bara í 4. Og þá var ég einhvern veginn bara datt allt spil og allt svoleiðis úr í Fjölnistelpunum. Eitthvað sem mig alls ekki láta að gera núna. Hún verður bara að halda áfram og hún þurfa hérna bara að stíga upp og klára leikinn fyrir okkur. Það er alltaf leiðilegt að sjá liðið sem er of háð einum leikmanni. Það er einhvern veginn liðar og einn leikmann kliftar út og bara allt og maður bara það segir mig það að þessi einu leikmann sé virkilega svona mikilvægur. Já, þetta var svakalegt. Þetta var svakalegt skot. Þannig að Fjölnisliðinu ekki verið þekkt fyrir að maður falla með einu leikmanni. Þannig að eins og þessar stelpulíkur búin að spila upp fyrir sig í Ólafsdeildinni, þannig að það ætti svona þekki að takast á við aðeins meira erfiðleika. Já. En það stóð þessi mjög vel í Ólafsdeildinni, náttúrulega mjög betur, já. Það var vel gert hana Helinu. Þannig að hana spilaði vel, opnaði vel fyrir Helinu og Helina fer inn og klárar þetta mjög vel. En ég sem að segja það, ég er náttúrulega róskili fyrir sko árangurinn í Ólafsdeildinni með það að það gekk betur en allir spámenni sögðu sko. Já, eins og ég held líka að þótt að þjálfarinn aldrei viðurkennt þá heldur að við töluvert farið fram úr væntingum. Ég meina Andrés er on the record segjandi að hann vilja fá meira. Já, eins og ég er nokkuð sem að fyrir leiktímabilið þá hafi menn ekki búist við þessum árangri. Þetta er alltaf bara skref, Smári.
Já. Ég held að Guðin hafi verið sammála, handboltaguðin hafi verið sammála að þetta var skref með því að láta boltan ekki fara í netið þarna. Það bara, ég man ekki eftir að sé að dæma einn skref í þessum leik og það er í fyrirhálfa kvenna að þá er mjög skrítið að dæma ekki einn skref allavega. Það er það. Já! Þetta er bara efni highlightar í leiktíðarinnar. Já, þetta var akkurat það sem okkur vantaði akkurat núna, 3 mínútur eftir og í staðin fyrir að fótinn er 3 mörg að geta sett upp í 5 núna og rauninni bara klára leikinn. Þetta var afgerandi og mikilvæg verkværsla. En aftur, Jón Brynjar að fara í nuttið. Sjáu það hérna, hann er... Líka hann er að nutta sögðu manneski, hún hlýtur að borga eitthvað fyrir þetta. Örugglega sko, fóreldrarna hafa borgað honum eitthvað auka prís hérna fyrir að taka nuttið í hálfleik og leiklegum. Spurning hvort hún sé með tak í bakinu það sé ástæðan fyrir að Jón Brynjar sé að nuttana. Það er náttúrulega möguleiki. Ég ætla að giska að það sé ástæðan fyrir að hann sé að nuttana. Það er möguleiki. Gefa honum svona benefit of the doubt. Hann sé ekki að gera þetta til að feifur að einhverja eina framhjör aðra. Ég meina, hann vinnir í banka, hversu vel getur þú treyst manni í banka, skilur? Þetta er bara... Ég er enda treyst í bankastarfsmönnum mjög vel, ég veit ekki með þig. Er það ekki svikið með neitt? Þeir hafa ekki gert það, en Jón Brynjar hefur samt gerað það. Já, Jón Brynjar hefur gert það, Marko. Það er meira þínum huga að Jón Brynjar kemur óvara bankastarfsmenn til bankastarfsmenn kemur óvara Jón Brynjar. Já. Okay. Bara á mínu bæðatöðum sér. Já. Það eru auðvitað einhverja út á þessum málum mér en það má vel vera. Þetta er saman sem spyrir hvort eitthvað þetta kjósa Óla til fórseta. Það ég mun kjósa Óla Ragnar Grímsson, bara klárt mál. Þannig hefur komið þetta álit hérna í hverju umræðunum í gær þá hefur við slegin sko. Það er bara svo leys. Það voru margir af því að hvað bull þetta væri sko. Þetta er náttúrulega bara 2 mínútur á. Þetta er náttúrulega bara borderline rautt sko. Já, bara mjög. En síðan það leit bara út eins og ætlaði ekkert að flauta strax. Eitthvað þreytingaregin kannski. Þetta var náttúrulega bara borderline rautt bara sko. Já, þetta var bara algjörlega tilgangslegt að þau voru einhvern veginn tökjandar með að manni sko. En eins og það voru engar líkur, bara ég ætla að segja og skrifa það hér, það voru engar líkur að þessi 2 dómarar var að fara að gefa rautt spjald á þetta. Nei, ég er alveg hjartalega sammála þar sko, það breytir ekki staðrið málsins sko. Nei, það breytir ekki en það var ástæður að bara nákvæmlega þetta brot að setning sem áhersla hjá dómurum út af því að þetta er svo rosalega hægt. Þú hefur ekkert vald á þessum tímapunkti hvernig þú dettur, þannig að líka þú dettur á hausinn og eru bara mjög háar og getur svo slasaði. En það var mjög vel gert þú með á fjölustelpunum. Löppuð hann í gegn. Skref. Nei. Slæra hann í andlitið að segja þinn, ok. Ok, ég sem alveg samþykja það, flauta þá skrefið. Já. Hún er búið með skrefið, áður hún er slegin, þá er þetta bara 2 mínútur og við boltan. Þetta er svakalega hún verður núna. Donni byrjar að garga bara eitthvað en á vellinu bara með leiðindi. Nei, Donni, drengur segi. Drengur, hann hefur smá gaman af því að vera með smá leiðindi. Hvað segir Helgi? Þetta er eiginlega búið. Þetta ætti að vera búið. Þetta er búið. En segi, svo lengi sem að Fjölnistelpunar gerir ekki eitthvað vitleysu
Það þarf ekki stórkast að gera til þess að ná þessu. Við höfum alltaf séð að þetta er svona landsliðið að tapa móti Austurríki hérna. En Fjölnir þurfa að tapa leiknum. Haukar eru ekki séns lengur að vinna leikin. Þetta ekki alveg mikið 2 mínútur að sé miljónum það hinum meginn eða? Fyrir utan 2 mínútur þá er þetta náttúrulega líka bara, þú veist, það er bara skref, lína, þú veist, ég get örgulega að tali nokkru hluti viðbót sem að var að þessu. Þetta var allan að, þú veist, það leit bara hrikalega illa út og það var bara vídeó 2 mínútur, málið upp. Nákvæmlega. Þá verður hann að dekka basic svona þeina, sko, það báði menn brotlegir í endanum hann. Drengur æpandi skref eins og engi sem morgundagurinn. Hann myndi halda að ekki borga fyrir að segja skref. Þetta aðið að segja borgunum yfir kannski sem við segjum sér skref, þá var hann 100 kallar frá aðið að segja eitthvað. Já. Klukka mín var búin aðeins undan. 1 sekúnda. Leikur á múinn. Þetta var svona, ég myndi segja að þetta hefur verið frekar öðru tíma þótt að það bara unnist með 4 mörkum þá einhvern veginn hafði maður aldrei á tilfinningunum það væri einhverju hættu á Fjölnistelpunum í dag. Nei, við segja það kom svona nart moment hjá Haukastelpunum. Það tókst aðeins að narta í hérna, tókst aðeins svona narta í hælun á þeim en aldrei þannig að það var einhver áhætta í stöðunni, sko. Nei, allan að maður leiði aldrei þannig að það væri eitthvað tæft. Nei. Þetta var bara fínn árangur í stöðunum og þannig þá er það komnar í hérna undarúrslitin. Já. Ég myndi halda að það var það annarkvæmt á móti K og þá er það Val. Eða er það dreigið, veistu það? Nei, það er ekki dreigið, þegar ég sá að í fjórðaflokknum þá var komin strax auðregn. Já, en mig grunar um það að það sé þá Sigurður í leiks K og Þórs og Val sem er aðeins á mánudaginn. Já. Í næstu viku. Það þarf að... En svo eru úrslitaleikirnir allir hér í Dalasum. Jú, bara úrslitarínan annar flokkur niður úr. Já. Annar, þriðji og fjórði. Það er spilast allt hérna einum degi. Það er ekki alveg með tímastinguna, það er nú eitthvað laust eftir mánuð. Það er annars, þetta er á 5. degi, þetta er frídegi. Já, þetta er á Hvítasunnu. Já, þessi 5. maí, ef ég man rétt. 5. maí, jú, það bara getur vel verið að það sé bara rétt í þær. Jú, 5. maí. Jú, 5. maí. Þá er bara, 7 leikir eða ekki? 7 leikir, 1 í öðrum flokki kalla, 2 í þriðja flokki, kalla kvenna, kalla kvenna í fjórða. Og það er eldra og yngra í fjórða, sko. Það er eldra og yngra í fjórða. Það er komin 4, svo er það 5, 6, 3 flokkarnir og 7 með öðrum flokkum, sko. Þannig að þetta verða 7 leikir sem verða spilaðir í beitina, byrjar á væntanlega fjórða yngri kvennamegin. Já, ég myndi halda það. Allan með byggarúslinn voru þannig? Já, það vill allan vera þannig. Við varum endar á stóra leiknum sem vanlega er náttúrulega annar flokkurinn. Það er mesti hittin og mesti gæðin oftast. Já, þetta verður gæðamesti boltinn, svona mesta reynslan komin í þann hóp. En hörru, við þökkum bara fyrir okkur. Já. Sjáumst aftur á sunnudaginn, hér í handboltanum. Sjáumst á morgun í körfuboltanum. Í körfunni. Já. Það verður hörku leikur, eða ekki, Helgi? Jú, ég fæ putan að finna frá Helga í körfunni. Þetta verður hörku leikur. En takk fyrir mig. Herra, við takkum fyrir okkur og bara verið bless.